Okkur langaði til þess að taka nokkrar kvöldstundir hérna með okkur, þess að líta á ritningarnar, líta á lífi tilveruna og hvað það þýðir virkilega að treysta á Guð og hvað er sem Guð vill í okkar lífi. Og í kvöldu ætlum við að líta á sársauka lífsins og baráttu tilverunar. Oft er lífið ekki eins þægilegt eins og við vildum hafa það. Við hugsum oft að hafa skemmtilega fjölskyldu, mamma og pappi, börnin, lífið er gott, hamingja og lífið leikur við okkur. En eins og við vitum að þá er ekki alltaf rósir og gaman. Stundum gengur lífið aðeins verð. Ég var nú bara aðeins að hitta frænku minni hérna áðan eftir nokkur ár og tala börnum og hvað þau eru eldast og það þýðir að við erum eldast. Og svo að draumurinn hann er ekki alltaf til staðar óspilltur. Fyrir 2 árum hitti ég unga stúlku, við kallum hana Maríu. Þegar ég hitti hana þá var hún að kalla: Hvar er pabbi? Hvar er pabbi? Ég vil hitta pabba minn aftur. Og hún var talað um einhver þunga, hún vildi fá einhverja breytingu, vildi hitta pabba sinn og pabbi hennar svaraði hann ekki. Hann lá kaldur, hreyfingarlaus, lífvana. Það var bara nokkrum dögum áður að hann hafi farið í annað fylki til þess að ná í fæðingarvottor, hann er plögg, svo að þau gætu gift sig, mamman og pappin. Þau hefur búið saman nokkur ár og hann fór svona í plögginn, brúðkaup átti að eiga sér stað og á leiðinni niður yfir þá keyrði hann fyrir stóran flutningabíl. Hann dó samstundis og besti vinur hans var illa slasaður. Og María, hún grét. Hún var full af sársauka því að framundan var jarðarförin og hún skildi ekki að pabbi myndi ekki koma aftur. Og það einhvern veginn virðist vera að börnir eru þau sem að finna alltaf mest til. Styrjaldir, þó að við í Íslandi höfum ekki mikla styrjaldir að þá heyrum við nóg af þeim. Og það er alltaf börnin sem líða, sem þjást, sem að kalla: Mamma, pabbi, hvar eru við, pabbi? Og hvort það sé stríð eða hungursneyðir, hvað sem fer í heiminum. Í Suður Afríku er ég sem sögum ungan strák, 11 ára strákur. Mamma sagði farið aðeins frá og hann hafði skroppið hans út og þegar hann kemur heim aftur hafa pappa hans verið drepinn. Þetta var tíma aðskilnaðarstefnunnar. Svartir á móti svörtum, svartir á móti hvítum, hvítir á móti svörtum, en það voru börnin sem liðu. Og þegar mamma kom heim hafði pappinn farið í sjúkrabílnum pappanum en pappa hans var dáinn. Þeir hefðu klofið höfuðið í tvennt, heilinn var út og strákurinn var þar í sjúkrabílnum að faðma pappa sinna grípandi þess að vekja hann og hrista hann, en það var ekki nokkur leið. Og börnin er þau sem að líða. Í dag, já, það gengur eins í heiminum. Þeir leitað Osama. Þeir hafa náð Saddam, en það er samt styrjöld. Og það eru börnin aftur sem líða, sem þjást. 11. september, turnaðanir hundum, börnin líða. Og spurningin að koma: Af hverju? Ef Guð er góður, af hverju sér enginn börnin? Ég kannski ekki þolið eitthvað, ég get tekið á einhverju, en af hverju börnin? Og hvað gerist? Hvað er illt í heiminum í dag? Og við stundum lítum á þetta illa sem einhvers staðar langt í burtu. En við séum jafnvel í þjóðfélaginu okkar hér á Íslandi að rangt og illt er ekkert svo langt í burtu, er ekkert svo fjarri. Í Írak, það eru feður, það eru afar sem elska börnin sín, sem elska konu sína sem eru í stríði. Suður Afríku þegar aðskilnaðarstefnan var í hámarki, það voru feður, það voru afar sem elskuðu börnin sín sem voru í stríði. Og í Bandaríkjunum þegar að Enron neyslið var sem mest, það voru góðu borgarar sem að tóku þær fjármagn sem var ekki þeirra. Og jafnvel hér í Íslandi, olíuneyslin eða eitthvað meira, hvert sem við förum, það eru gott fólk sem að tekur þátt í einhverju sem er rangt. Af hverju? Illt, illska og vonska er í heiminum. Og spurningin er: af hverju? Hvert leiðir það? Hvað mun gerast? Hvert mun þessi heimur fara? Munum við enda með því að tortíma sjálfum okkur? Eða mun eitthvað utanaðkomandi koma þennan heim og hrista okkur upp svolítið og gera lífið erfitt?
og við reynum að spá í spilin, rýna í kristalkúlurnar, en það gengur illa að vita hvað mun gerast og slúðurblöðin, þeir reyna að birta stóra fyrirsagnir um eitthvað hræðilegt sem er að gerast, en þeir vita samt ekki hvað mun gerast. Og við lítum í framtíðina, lítum alheiminn og spurjum, af hverju? Af hverju börnin? Af hverju í dag? Og eini staður þar sem við getum virkilega fundið svör er í vitningunni, heilögu orði Guðs. Ég hef leitað á ýmsum stöðum að hvergi hægt að finna áreiðanlegra orð en í vitningunni. Og þegar við förum í Ópenubókina, 12. kaflan, þá fáum við svör við því sem er að gerast, af hverju börnin líða, hvað Guð er að gera og hvernig við getum tengst Guði og hvernig við erum að bregðast við þegar sársaukinn kemur á okkar dyr. Ópenubókin 12. kafla 3. versi segir, annað tákn birtist á himni, mikill dreki, rauður, hafði 7 höfuð og 10 horn og á höfðunum 7 ennisdjásn. Og með halanum dró hann 3. hlutan af stjörnum himmisins og varpaði þeim ofan á jörðina. Okkur skilst að drekinn er sá sem var Lúsífer skapaður og gerði Satan djöfull og hann tók 3. englanum með sér. Og það er þessi orrusta sem á sér stað á jörðinni, þetta hófst á himnum. Við sjáum styrjaldir í dag eins og jörðu en það byrjaði annars staðar. Og það er ekkert svo langt á milli þess góða og þess vonsku. Við lítum í dag hér í íslensku þjóðfélagi. Gott fólk sem gerir ranga hluti, sem gerir slæma hluti og börnin líða eða aðrir sakleysu líða. Eða hófst allt á himnum og Guð var þar og það er spurning hvernig getur slæmt komið en það er svo stutt stund á milli. Eitt blað snúaði við og allt getur farið á hvolf. Hollywood, það sér að þessar orrustur, þessar baráttur eru vinsælar þar í sögunum. Baráttum við góðs og ills. Sumir þekkja þessa sögu, Lord of the Rings. Hvernig góða og illa tekst á og það barist á banaspjótum og það vonaði góða vinnu og stundum í sögunum að þá gerist það góða vinnur. En í raunveruleikanum, hvað gerist? Og er Guð ábyrgur? Ef Guð skapar, ef Guð er almáttugur, Guð sá sem að gefa okkur börnin, er hann ábyrgur fyrir því sem gerist? Er hann ábyrgur fyrir því illa sem gerist í Fallujah, í Írak eða Suður-Afríku, í Bandaríkjunum eða hér á Íslandi? Er Guð ábyrgur fyrir þetta sem er illt? Þú veitum með reikninguna að það sjáum strax í upphafi Biblíunar að Guð skapaði heiminn. Biblían gengur út af því að Guð er skaparinn. Og við munum snerta þessu aðeins aftur seinna. En margir kristnir hafa ítt Guð til hliðar sem skapara og segja að Guð og Guðinn, hann er ekki skapari. En Biblían byrjar, hún hefst á því að segja Guð skapaði og hann leit á allt sem hann hafi gjört og sjá það var harðlega gott, það var mjög gott, það vantaði ekkert upp á. Og margir kristnir segja, Guð skapaði, já kannski, en það er aðra kenningar betri, lítið á kringum okkur, sjá hvernig allt er að breytast. Það gengur ekki saman, þú getur ekki verið kristinn og trúa á þróunarkenningu, það er ekki hægt. Ef þú tekur Biblíuna orð Guð sem undirstöður trú þinni, þú verður að meðtaka Guð sem skapara og þá verður að spyrja, hvað er Guð í þessu? Ef Guð skapaði, af hverju gerist þetta svona? Og Biblían sem byrjar á sköpun, hún endar líka á sköpun. Með öðrum orðum, ef að Guð skapaði ekki í byrjun, þá getur Guð ekki skapað aftur í framtíðinni og þá er engin lausn í framtíðinni frá Guði. Ópenubókin 21. kafli segir, ég sá nýjan himin, nýja jörð. Þegar fyrir himin, fyrir jörð voru horfin, hafði ekki framar til. Ef að Guð gat ekki skapað í byrjun, þá getur hann ekki endurtekt að lofa í Ópenubókin 21. kafla. Til að geta eftir þetta, þá verður hann að geta skapað og þá hljótur að spyrja af hverju gerist allt þetta á milli? Af hverju eru við þá í sársauka í dag? En Jóhannes hélt áfram og sagði, og sá sem í hásætunni satt sagði, sjá ég geri alla hluti nýja. Öll synd mun hverfa, allur sársauki mun hverfa. En af hverju gerist þetta þá? Ef Guð skapaði gott og Guð ætlaði að skapa aftur gott, af hverju er þá sársauki í dag? Af hverju er barátta í dag? Af hverju er sumir hér inni í kvöld og sumir hlust útvarpið sem að þurfa að líða og þjást? Hafa tár í hjarta sínu. Hvers vegna? Rippingi segir
rita þú því að þetta eru orðin trú og sann og Guð segir ég ætla að undirstrika þetta, ég ætla að leggja áherslu á þetta að ég mun skapa aftur. En spurningin kemur aftur til okkar. Er Guð ábyrgur? Er Guð skapar? Er Guð skapar aftur seinna? Er Guð ábyrgur? Hvað gerðist? Jesus sagði dæmisögu í Mattheusar Guðspjalli 13. kaflanum. Hann sagði þeim líkt himnaríki og manni sáðu góðu sæði í akur sinn. En menn voru í svefni kom óvinur hans, sáðu illgresið meðal hveitið síns og fór síðan. Og hann er að tala himnaríki, tala Guðsríki og tala líf okkar hér á jörðinni í dæmisögu. Guð skapaði fullkominn heim en einhver kom og sáði í akur eitthvað illt. Og þegar sæði spratt upp og tók upp ávöxt kom illgresið í ljós. Og þá komu þjónar húsbóndans til hann og sagði við hann, Herra, sáðu þú ekki góðu sæði akur þinn, hvaðan kemur illgresið? Og við spyrjum í dag, Guð, skapaðu ekki góðan heim, hvaðan kemur þetta illa þá? Ert þú ábyrgur? Og hann svaraði þeim, þetta er einhver óvinur gjört, ekki bóndinn, ekki Guð, ekki skaparinn, heldur óvinur. Og þjónarnir sögðu við hann, viltu að við förum og tínum það? Ef við ekki fara og taka allt illa í burtu og gera heiminn aftur góðan? Er ekki með það sem fólk vil í dag? Við viljum fara og bjarga börnunum, við viljum fara og leysa vandamálum, við viljum taka það illa allt í burtu og gera heiminn aftur góðan og fullkominn. Og bóndinn sagði, Jesus sagði, nei, með því að tína illgresið gæti þið slitið hveitið leið, við sjáum ekki hver er góður. Við lítum á borgari í dag og segjum, þetta er góður maður, þetta er góð kona. En lítið að þjóðfélagið, er ekki góður menn, góður borgara sem að fara og gera slæma hluti? Við sjáum í fréttunum hér á Íslandi. Við sjáum í Bandaríkjunum, við sjáum allan heim. Hvernig getum við dæmt hver er góður og hver er slæmur? Og Guð segir, ekki gera það strax. Látið hvort tveggja vaksa saman fram á kornskurði og þegar komin er kornskurðartíð mun ég segja við kornskurðarmenn safnið fyrst illgresinu og bindið í bundin til að brenna því en hirðið hveitið í hlöðu mína. Guð segir að bíðið aðeins, bíðið. Látið þið góð og illa vera saman tíma. Ég veit það er erfitt, þið viljið fara út og hreinsa strax en bíðið. Og þegar að illa er komið alveg í botn og góða er algjörlega háð mér að tengt mér þá mun að vera gjörsamlega skýrt, engin spurning, engin vafi nokkru manni hver er góður og hver er hafnað Guði og hver er illur. Gjörsamlega skýrt. Og Guð segir þangað til, bíðið, treystið mér og á meðan er hinn illi, Satan, djöfullinn á fullu, vinnur hart og reynir mest að skaða þau sem eru saklausust og reynir sér að kenna Guði allt saman. Ritningi segir okkur töluvert hvað gerðist. Jesekiel, hann segir þú varst í Eden, hann talar Lúsifer, Satan. Þú varst í aldingari Guðs, þú varst þakin alls konar dýrum steinum. Karníól og tópas, jaspis, krysolit, sjóam, ónix, safír, karbonkul, smaragð og umgerið þínar útlur var gjört af gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Fullkomið vera. Ég hefði skapað þig verndan kerub, þú varst á henni heilaga Goðafjalli, þú gekkst innan glóandi steina. Á Íslandi við þekkjum glóandi steina, elgos, hraun, við göngum ekki glóandi steina. Það er ekki hægt fyrir okkur. En hjá Guði, steinarnir eru glóandi og logandi og Lúsifer fékk að ganga þar í návist Guðs. Það sem mannverið get ekki gengið. En hjarta hans var hrókafullt af föður sinni. Þú gerir speki þín að engu vegna viðhafna ljóma þíns, fullkomin vera. Gott fólk sem gerir slæma hluti. Góður engill sem gerir vonda hluti. Jesaja 14, hann segir, hvers ertu hröpuð af himni, þú árborna morgunstjarna, hvers ertu að velli lagður undirokari þjóðana. Þú sem sagði í hjarta þínu, ég vil stíga til himins. Ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðurinn vil ég setjast að yst í norðri. Ég vil vera meiri en Guð. Ég vil ráða, ég vil stjórna, ég vil hafa vald. Leyfðu mér að segja til því ég vil best hvernig á að gera hlutina. Nokkuð en heyrst slíkt?
Það eru margir í dag sem segja ég veit hvað að gera, ég skal ráða, ég skal stjórna, ég skal sýna hvað best að gera. Það er hættulegt. Lúsifer var skarpur, fallegur, vitur, en hann ofmetnaðist. Hann sagði ég vil stíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta, ég vil vera Guð. Hvað vildi hann? Hvað vildi Satan fá? Hvað vildi hann öðlast? Hann vildi fá vald til að ráða, til að ráðskast með lífið og tilveruna. Hann sagði ég veit betur en Guð. Og það er sumir í dag sem segja það sama. Ég ætla að taka í burtu allt og vonda. Ef ég var Guð myndi ég taka í burtu illa, ég myndi hinsa til og gera lífið betra. Og Guð segir, þú heldur að geta gert betra en ég? Ok, gjör svo vel, reyndu. Og við reynum stundum að stíga fram fyrir Guð og taka völdin á honum. Sem Satan gerir. En svo er þetta líka tilbeiðslu. Hann sagði, krúttu fyrir mér, tilbyði mig. Og þetta er ákvæðið þýðingarmikið að skilja þetta og við mögum koma að síðan meir í vikunni. Djöfullinn vildi tilbeiðslu, það var eitt sem hann gat ekki lotnast á himnum. Hann stóð þar við hliðina á Jesú og Jesús, skaparinn, fekk tilbeiðslu. En Lúsifer, hann var ekki tilbeðinn því að hann er ekki skapari. Og ilska, vonda, það vil alltaf taka meira, vil alltaf fá meira og meira og meira. Það er aldrei ánægt með það sem það hefur. Og bara átt að mikið góðs og ills, Hollywood kannast við stjörnustríðsmyndirnar. Þessi bara þetta heldur áfram, hún heldur áfram hér á jörðinni. Það var ekki börni sem líða alltaf, þjást mest. En það var hroki og eigingirni sem leiddu til falls. Og leiddu til þess að Lúsifer féll á þessum háa stól sem hann sat á himnum og féll til þessara jarðar. Ofmetnaðist og varð að dreka hann á vonda. Og í dag er þessi barátta milli Jesú og Satans. Og við erum hluttakandi í þeirri baráttu hvað sem okkur líkar það betur eða verð. En Guð hafði vandamál. Hvað átti hann að gera? Þarna var Lúsifer sem að gera uppreisn á móti honum og hann vildi ákveða hvað átti að gera. Sama vandamál og Bush forseti stóð fram með fyrir þess. Hvað átti hann að gera við Satan? Hvað átti hann að gera við Osama bin Laden? Á útrúm honum? Á að vinna með honum? Og þetta er einnig það sem hafa tekist á í myndinni Tears of the Sun. Orustan, baráttan, góð og illa og þar er tekið á því með því að fara til stríð, sprengjur eru sprengdar, byssur eru notaðar. En það er ekki leiðin til þess að taka í burtu í illa. Gengur ekki. Edmund Burke, breskur heimspekingur, hann sagði ekkert annars er krafist fyrir illt að sigra en að gott fólk ger ekki neitt. Og þetta er það sem að margar þjóðir í dag, margir stjórnmálamenn nota sem undirstöðu fyrir ákvarðanir sína og gjörðir. Við þurfum bara að gera eitthvað. Og ef við tökumst á einhverju og gerum eitthvað, þó sé vitlaust, bara eitthvað, þá munum við ekki láta illt sigra. Er það sem Guð á að gera? Gera bara eitthvað, Guð. Guð hafði vandamál. Hvað átti hann að gera? Og hann var ekki sáttur við að setja plástra ofan á stórt vandamál. Þegar að krabbamein kemur í líkamann, það dugur ekki þetta læknis að segja ekki þessi plástur á hjá mér. Og fá svo bros. Það dugur ekki. Þú verður að hafa róttækari gerðir. Og Guð, hann sagði við hvern vil ég samlíkja mig? Hver er til jafns við mig? Í Jesaja 40, 18. vers. Við hvern viljið þið samlíkja mér að ég sé honum jafn síðan heilagi? Hver er eins og Guð? Hef ég bauðið til að hæða lítið stund hver hefur skapað stjörnurnar? Hann sem leifur út her fyrir með tölu og kalla það alla með nafni. Sökur mikilvægs kraftar hans og af því að hann er voldur afli verður einskis þeirra vant. Guð segir, ég er Guð að ég skapa. Ég skapa í byrjun, ég mun skapa í framtíðinni og treysti mig þess vegna. Og ef Guð er ekki skapari, þá er hann ekki Guð. Ef Guð getur ekki skapað, þá getur hann ekki leyst vandamáli sem við standum frammi fyrir í dag. Ef Guð getur ekki staðið við orð sín, þá er hann ekki treystindin eins og við getum alveg starið frá og skilja kristendum út undan og fara eitthvað annað að leita að lausnum. En lítið á himininn, lítið á stjörnurnar.
þetta ekki sköpun, einhver sem bjóði til? Fegurðin í stjörnugeimnum svo gífurleg. Og því lengra sem þeir fara, því stærri stjörnukíkja sem þeir fá, því fegur og fallegri það. Það einhver sem býr þetta til, einhver sem heldur því saman. Og Guð segir, veistu ekki, hefur ekki heyrt, Drottinn eilífur Guð, skapaður endimörk jarðarinnar. Guð skapari þess að við getum treyst honum. Og þessi litla bláa perla í svörtum geimnum, hún ekki bara ein, það einhver sem heldur henni uppi, heldur henni saman og sér til þess að við erum ekki gjörsamlega glötuð við þessum heimi. En Satan segir, Guð ekki sanngjarn. Guð gerir ekki vel, ég ekki gert betur. Svo hvað Guð að gera? Guð skapar heiminn, Lúsífer gerir uppreist og Lúsífer segir, ég ekki gert betur, Guð ósanngjarn, hann gerir ekki vel, allt eitthvað sem gerist á honum að kenna, börnin sem líða að þjást allt Guð að kenna. Svo hvað Guð að gera? Útrýma Satan, fara í stríð, forseti Bush, hann að leysa vandamálinn í Írak? Hann fór með her, betri her en nokkur aðrir hafa heim í þessu jörð í dag. Og hvað að gerast? Guð vissi hvað myndi gerast, þess vegna fór hann ekki beint á móti og fullu valdi. Á hann að láta bara Satan eiga sig? Nei, það heldur ekki nógu gott, því þá munu börnin halda upp með lífum alla eilífð og Guð segir það kemur ekki til greina. Sársauka þarf að enda. Veikindi, sjúkdómar þarf að enda og Guð þarf að gera eitthvað og hann segir ég ætla að bíða þangað til uppskeran full þroska og allir geta séð hver afleiðing þess góða og afleiðing þess vonda. Í dag eru margir í þjóðfélaginu sem að í hjarta sér eru góðir en virðast kannski vera út undan í þjóðfélaginu. Það eru margir góð borgarar sem virðast vera mjög góðir, fara í kirkju reglulega, standa upp og gefa gjafir og gera alls konar góða hluti, en í hjarta sínu eru eigingjarnir og hrókafullir. Hvernig getur þú séð hver góður og hver slæmur? Og Guð sagði, bíðum og sjáum til. Við elskum frelsi, við elskum fánan okkar og við njótum þess að búa í frjálsu landi. Og Guð gaf okkur frelsi og í Guðs huga frelsi mannsins þýðingameira heldur en lúni. Og maður segir það aftur. Í Guðs huga frelsi mannsins þýðingameira heldur en lúni. Guð hefði auðvitað að skapa okkur þannig við urðum að hlýða en við varum þá bara eins og róbótar af vélmenni. Guð vill vináttu. Guð vill vinskap, þar sem að við kjósum, við viljum kynnast honum, viljum vera nálægt honum. Og ef við höldum áfram gegnum vikuna, ætla ég að sýna ykkur hvað Guð ætlar að gera. Það sem hann hefur áform að gefa þér alveg ótrúlegt. En það byggist allt á vináttu. Í upphafi þegar syndin kom fyrst að sagði Guð við höggorminn að því að þú gerði þetta skaltu vera bölva með alls fénaðars, allar dýra merkurinnar. Á kveðu þínu skaltu skrifa mold í þetta alla þína lífdaga. Fjandskap vil ég setja milli þín og konunar, milli þín sæðis og hennar sæðis, það skal merja höfuð þitt, þú skal merja hæl þess. Strax þegar syndin kom í þennan heim, þá var Guð með áform. Hann vissi hvað myndi gerast. Hann vissi að Lúsífer myndi reyna að blekkja Adam og Evu. Hann myndi reyna að blekkja þennan heim og færa hann heim yfir í böl og einleika. Og hann leið og Adam og Eva synguðu, þá kom Guð og sagði, Lúsífer, bíddu bara. Þú fær frelsi tíma til þess að ráða þessari jörðu, en þér verður útrýmt. Þú munt særa mitt barn, mitt afkvæmi, ég mun gefa gjöf til þessa heims og þú munt særa hann, en sú gjöf sem ég gef mun gjörsamlega algjörlega útrýma þér. Strax við upphafi syndanna sagði Guð, hér áform og ég mun sjá til þess að það verður bundið endi á böl og einleika. Og þessi barátta heldur áfram í dag. Við erum hluti af henni. Og Jesús svaraði okkur við og hann sagði við farisinn eitt sinn, þér eigið djöfulinn að föður vil ég gera það sem faðir eða girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum.
því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu, því hann lygari og lyginnar faðir. Men ef þú veist einhverju lygari, treystir honum? Ef stjórnmálamaður þekktur fyrir að vera lygari, myndu við treysta honum? Ef lygari fer í sjónvarpið eða útvarpið eða hittir þig og tekur í hendina og segir ég ætla að segja sannleikann, treystur því hann að segja sannleikann? Auðvitað ekki. Og Jesús sagði, djöfullinn lygari frá upphafi. Hann lýgur og hann lýgur og hann lýgur og það margir í dag, margir kristnir menn og margar kristnar konur sem meðtaka lygar djöfulsins og halda sér þar með sannleika. Og eini staðurinn sem við getum þar að vera vissum við höfum sannleika að fara í ritninguna, biblíuna, orð Guðs. Opna þær bækur, opna þær blaðsíður, lesa þar og uppgötva hvað Guð hefur sagt lífið, tilveruna og framtíðina. Annað Korinthubréf, 11. kafla 14. vers. Guð sagði að Satan sjálfur tekur á svo ljósengils mynd. Það lygi? Hann ljósengill? Ef ljósengill birtist þér, geturðu vita að það engill frá Guði? Guð segir, vertu varkár, gættu þig því að það einhver á meðal ykkar sem að reyna að blekja, reyna að færa ykkur í vandræði og reyna síðan að setja allt yfir á Guð og segja allt Guð að kenna. Svo Guð hafa vandamál. Hvað átt hann að gera? Útrýma Satan strax? Ef hann gerir það, þá eins og Lúsifer hafa farið með rétt. Guð ósanngjarn. Það gengur ekki upp. Það breiðist bara út. Átt hann láta Satan eiga sig? Guð gæti ekki sagt sig í það. Bíða. Guð hafði áform og Guð kaus að bíða stund. Og Guð vinnur allt öðruvísi heldur en Satan því að Guð kærleikur. Hann hefur ekki kærleika, hann kærleikur. Allt sem hann gerir að kærleika. Hann hefur enga unun, enga ánægju að sjá börn þjást eða sjá þig í sársauka. Og Guð vil ekkert meir en að binda enda á sársauka í dag, samstundis, núna. En hann veit að ef hann gerir það, að þá mun vandamáli bara halda áfram alheiminn. Og hann kýs að bíða. Og hann veit að þú þarft að þjást og hann segir ég skal vera með þér, ég skal gefa styrk þegar ég elska þig. Og Guð segir treystu mér. Treystu drottni, gjör gott, bú í landinu ykkar ráðvenni, þá munt þú gleðjast yfir drottni og hann mun veita þér það sem hjartaði girnist. Guð lofar, hann segir treystu mér. Þú munt auðvitað að líðast tíma, en hvað 80 ár, hvað 100 ár? Þú segir, 80 ár langur tími. Raunverulega ekki. Ef miðað við í dag þá 80 ár langur tími, en hvað miðað við 1000 ár? Eða 1.000.000 ár? Eða eilífina, hvað 80 ár? Það eins og augnablik. Fel drottni veru þína, treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. Sá sem skapar heiminn, sá sem endurskapar heiminn, sá sem uppheldur stjörnunum og sólinu og jörðinni, hann segir, treystu mér, fel drottni veru þína, treyst honum, hann mun vel fyrir sjá. Hann vil láta réttlæti þig brenna upp sem ljós og réttin sem hábjartan dag. Ver hljóður fyrir drottni og vona á hann. Það ekki erfitt stundum? Þegar sársökin kemur til lífið erfitt? Að vera hljóður, setjast niður með ritninguna, tala við Guð og segja Guð, ég skil þetta ekki. Ég veit ekki hvað að gerast. En ég skal treysta þér. Það erfitt stundum. En Guð segir, treystu mér. Þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu eins og ég sjálfur sigraði og setti sér föður mínum í hásæti hans. Ná munið þegar við lásum í Jesaja, hvað var það sem að djöfullinn vildi? Hann vildi fara ofar en Guð, í hásæti Guðs, ekki rétt? Og Guð sagði, nei, það ekki fyrir þig að setjast í mitt hásæti, ég hef það fyrir aðra. Og hér í Óperubókinn 3. kafla 21. versi segir Guð, ég ætla að bjóða þér að koma og setjast í hásæti mitt við hliðina á mér, þar sem enginn hefur fengið að vera áður. Getur ímyndað þér?
Guð segir, treystu mér, ég mun vel fyrir sjá og einn dag ætla ég að bjóða þér að setjast við hliðina á mér í hásæti mitt. En það er meira. 22. kaflinn Óperbókinni, 4. vers. Þeir munu sjá ásjóna hans og nafn hans mun vera ennum þeirra. Jesús sagði til hann á jörðinni, enginn hefur séð föðurinn nema hver? Enginn hefur séð föðurinn nema sonurinn, Jesús. Englarnir hafa ekki séð föðurinn. Það er enginn séð Guð augliti til auglitis nema Jesús, sem er sjálfur Guð. En hér í Óperbókinni, síðasta kafla Biblíunnar, segir Guð, á nýju jörðinni, á himnum, verður þér boðið að koma í návist Guðs og vera svo nátengdur Guði að þú fari að koma augliti til augliti við Guðs, að sjá hann persónulega í eigin líkama, sem engum öðrum hefur leyft að gera. Og Guð segir, treystu mér. Já, Guð stóð frammi fyrir vandamáli. Hvað átt hann að gera? Útrýma Satan? Skapa meiri vandamál? Við sjáum í dag að það gengur ekki sem lausn. Láta hann eiga sig, það er heldur ekki nógu gott. Við getum ekki sagt okkur við það, svo Guð segir, bíðið aðeins, treystu mér. Ég skapaði, ég mun endurskapa og ég veit alveg hvað ég er að gera. Treystu mér. Og Guð hefur áform. Hann mun útrýma sorg. Hann mun útrýma dauða. Hann mun útrýma Satan gjörsamlega. Hann mun endurskapa þessa jörð. Hann mun endurnýja fjölskyldubönd. Hann mun setja þig í hásæti sitt og þú færð að sjá augliti Guðs, augliti til auglitis. Og Jóhannes, hann ritaði og sagði, og ég sá og sjá hvítt ský, einhvern sá ég sitja á skýjum líka mannssyni. Hann hafði gullkórn á höfðinu og í hendi sér bitra sigð. Munið dæmisöguna Mattheus 13. kaflanum? Jesús sagði, látið uppskeruna þroskast, þangað til uppskeran er tilbúin. Og hér Jóhannes Óperbókinni sagði, ég sá einhvern eins og mannsson, Jesúm, með sigð í hendi sinni til að skera upp þessa jörð. Og Jesús mun koma á réttum tíma til þess að leysa vandamálinn. Hann bíður og biður því að treysta sér. Og annar engil kom út austrinu, hann kallaði hárri röddu til þess sem á skýjunni satt, ber þú út sigðina og sker upp, því að komin er stundin til að uppskera sáland jarðarinnar er fullþroskað. Guð mun bíða þar til þessi jörð er fullþroska. Og þegar það var sagt, hvað gerist? Sá sem í skýjunni sat, bráð sinnsinn á jörðina og upp var skorið. Guð hefur áform. Hann veit hvað gerðist. Hann vissi áhættuna hann skapaði þennan heim, en hann kaus að gefa það frelsi. En hann segir, bíddu, treystu mér. Ég mun snúa öllu við. Og hann lofar að þrenging mun ekki koma aftur. Nahum 1. kafla 9. vers. Þrenging mun ekki koma tvisvar. Aldrei aftur, aldrei nokkuð tíma aftur mun böl koma í alheiminn. Og Guð segir, núna er lífið fullt af sársauka. Í dag er tilveran barátta. En Guð segir, treystu mér. Treystu mér. Og vona á mig og sestu niður og treystu mér. Og Guð segir, ég veit að þú fyrir gegnum erfiða tímastundum. En treystu mér. Skaparinn sem skapaði þessa jörð, sem lofar nýjum heimi, hann segir að réttum tíma mun ég koma og uppskera þessa jörð og þá mun allir sjá að ákvörðun mín að bíða var besta ákvörðunin. En svo í kvöld, ef við ljúkum, þá mútu þess að bara uppöfa þig og hvetja þig, treystu á Guð. Sama hvað gerist í lífinu, sama hvaða mótlætið þú stendur andspænis, sama hvað framtíðin mun bjóða þér, treystu á Guð. Hann mun aldrei bregðast þér, aldrei nokkuð tíman. Við skulum nota höfði í bæn. Drottinn Guð, stundum er tilvaran ósköp sár
og baráttan erfið. Þú veist það. Þú kannast við það vel. Þú er aldrei lofað að lífið yrði auðvelt þessari jörðu, en þú lofar að þú munir koma aftur. Þú lofar að þú munir binda enda á sársaukann, og þú lofar að taka okkur í náðist þína, bjóða okkur að setjast á hliðina á þér í hásætið þitt. Þú býður okkur að koma augliti til auglitis við þig. En stundum svo erfitt á þessari jörðu að bíða og treysta. Svo ég bið í kvöld að þú hjálpir hverjum einstaklingi hér, hverjum sem hlustar, að leggja sársaukann, leggja baráttuna í þínar hendur og vona á þig. Það hefur reynst mér vel. Í Jesú nafni. Amen.